Góðir Íslendingar, ég óska ykkur öllum gleðilegar hátíðar og færi ykkur þakkir fyrir gott samstarf og góðar samverustundir á liðinu ári. Við hver áramót okkur ofarlega í huga hve margir eiga við söknuð og erfiðleika að glíma. Áramóta hugleiðingar okkar hljóta því alltaf að vera tvíþættar og bera ætíð í sér bæði eftirsjá og von. Við skulum hugsa til þeirra sem eigum sárt að binda hátíðarnar og sýna hvert öðru virðingu og samhug. Við höfum á undanförnum árum einnig verið á ýmsan hátt minnt á það hversu kvikul náttúra landsins okkar og hversu erfitt getur verið að kljást við hætturnar sem hún ber í sér. Við áramót sérstaklega vert að minnast þess að í þeirri glímu hefur íslenska þjóðin sýnt ótrúlega þrautseigju, samvinnu og samhjálp. Minnumst þess að það getur orðið okkur Íslendingum fyrirmynd þegar bregðast þar við annars konar áföllum og vanda. Íslendingar standa nú samtímis frammi fyrir ógnum og ótrúlegum tækifærum. En engin hindrun sem verður á vegi okkar svo stór að skynsemi, rökhyggja og samvinna fá ekki við hana ráðið. Íslendingar hafa áður unnið bug á krepputímum með dug og þor og óbilandi trú á samtakamátt þjóðarinnar að vopni. Þessi þjóð sem í meir en 1000 ár barðist að veljusemi við erfiðar aðstæður á nú auðlindir og tækifæri sem aldrei fyrr. Innviðir ríkisins eru sterkir, þjóðin vel menntuð, mannréttindi á fáum stöðum heims jafn vel varin og á Íslandi. Og á þessum traustu stóðum munum við í sameiningu ná markmiðum okkar að reisa Ísland við og byggja upp það samfélag sem við viljum búa í til framtíðar. Það ekki bara verkefni næstu ríkisstjórnar, það verkefni okkar allra. Mér hefur á undanförnum árum orðið tíðrætt efnahagsmál og aðgerðir til að koma þjóðarbúin á réttan kjöl. En þó að efnahagsmál kalla á athygli þessar mundir verðum við að muna að huga að manneskjunni sjálfri. Viðleitni til að skapa sterkara hagkerfi og betra samfélag verður að grundvallast á því að við séum að vinna að velferð almennings. Ella til lítils unnið. Ef við gleymum velferð og hamingju einstaklingsins mun okkur bera af leið. Áherslan á verðmætasköpun má aldrei vera til þess að við gleymum því mannlega og að öll eigum við rétt á að vera sýnd virðing og nærgætni. Við sem vinnum að stjórnmálastarfi verðum að muna að tilgangurinn með baráttunni fyrst og síðast að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Markmið okkar verður að vera að skapa betra samfélag, stéttlaust samfélag sem gleymir ekki þeim sem eigum sárt að binda eða standa höllum fæti. Fjölmargt hefur áunnist til batnaðar á liðnum áratugum, en það engu að síður gríðarlegt verk óunnið og þar verða allir að leggjast á eitt. Við viljum lifa í samfélagi sem byggir á væntum þykju gagnvart öðru fólki, þar sem samhjálp sjálfsagður hlutur. Íslenska þjóðin lítið samfélag, ein fjölskylda, og við eigum að geta lifað í sátt og samlyndi, laus við yfirgang og ofbeldi. Við eigum að vera óhrædd við að sýna hvert öðru kærleika og umburðarlyndi. Við eigum að virða og meta drifkraft og frelsi einstaklingsins til að móta í líf, en leið að byggja upp samfélag þar sem enginn skilinn eftir. Við eigum að bera virðingu fyrir mannréttindum og vera tilbúin til að standa fast gegn kúgun og valdníðslu. Þetta og verða þau grunngildi sem ég hef að leiðarljósi og ég veit, kæru landsmenn, að það sameiginleg trú okkar á slík grunngildi sem öðru fremur mun gera okkur kleift að vinna saman sem ein heild að sameiginlegum hagsmunum þjóðarinnar. Og einu megum við aldrei gleyma. Þó að efnahagsástandið sé erfitt þessar mundir, þá Ísland ríkt land af auðlindum og tækifærum. Ríkt af þekkingu og mannauði og ríkt af fólki sem tilbúið að gefa vinnu sína og tíma til að vinna saman að því að bæta samfélag okkar. Verkefni okkar á næstu árum að nýta auðlindirnar, tækifærin, þekkinguna og mannauðin til að skapa það samfélag velferðar, jöfnuðar, atvinnu og réttlætis sem við viljum búa í. Samfélag þar sem enginn á að þurfa að líða skort. Nú sem aldrei fyrr ríður á að íslensk stjórnvöld gæti hagsmuna lands og þjóðar. Við okkur blasa bæði ógnir og ómæld tækifæri. En ógnin smávægileg og tækifærin gífurleg í samanburði við það sem Íslendingar stóðu frammi fyrir í baráttu sinni fyrir sjálfstæði og framförum landsins á fyrri tíð. Því full ástæða fyrir okkur öll að horfa bjartsýnin í framtíðina. Framfarasaga Íslands á 21. öldinni getur orðið einstök í veröldinni, rétt eins og hún var á þeirri 20. Ef skynsemin ræður för og við nýtum tækifærin sem bíð okkar. Til þess þurfum við stjórnvöld sem efla með íslensku þjóðinni kjark og von, stjórnvöld sem veita stöðuleika og sýn á framtíðina.
Framsóknarflokkurinn stofnaður í krafti þeirrar vissu að íslenskri þjóð séu allir vegir færir. Það á jafnvel við í dag eins og áður. Það engin ástæða til að Íslendingar geta ekki nú, eins og áður, fyllst bjartsýni og von, en í raun eigum að hafa meira en von. Við eigum að hafa trú. Óbilandi trú á samtakamátt þjóðarinnar og framtíð Íslands. Látum orð frú Vigdísar Finnbogadóttur verða okkur áminning á nýju ári. Það eru forréttindi að eiga þetta land sem enginn getur skipað okkur að láta af hendi. Eiga þessa tungu sem enginn getur frá okkur tekið nema þá við sjálf í andvaraleysi. Að eiga saman einmitt á íslenskri tungu, minningar og þjóðararf. Í aldanna rás hefur íslensk þjóð tekist á við margskonar þrengingar og sigrast á þeim. Við eigum þolgæði og festu liðinna kynslóða það að þakka að nú á dögum eru fáar þjóðir jafn auðugur og við. Góðir Íslendingar, ég óska landsmönnum öllum gleðilegs nýs árs. Megi farsæld og gæfa fylgja Íslandi og íslenskri þjóð á árinu sem nú fer í hönd og alla framtíð.